hrópaði Freyja yfir sig hneyksluð þegar Skotti bjó sig undir að stökkva kappglipur á klifurjurtina sem hafði nú þegar bjargað lífi þeirra á limum einu sinni. Þessi risaeðla allt og hættuleg til að taka annan séns á. Skotti leit letilega á Freyju og lyfti hennar augabrúninni. Ókei, sagði Skotti og yppti öxlum og hélt af stað inn í villtan og ókannaðan frumskógamassann. Það rann upp fyrir Freyju að yfirlýsing Skotta björgun gullíkilsins var eins og svo margt annað sem hann gerði og sagði einungis hugsalli sínis og hann hafði í raun engan áhuga á að storka risaeðlunni og örlögunum. Freyja horfði á gullíkilin hinum megin á bakkanum í smástund eins og í kveðjuskyni. Síðan hjálpaði hann huppa á fætur og elti Skotta út í óvissuna. Veistu eitthvað hvert átt að fara? spurði hún Skotta á meðan hún og huppa skokkuðu á eftir honum. Ég reyði mig mikið á eðlisávísunna, sagði Skotti rogginn. svo sýnst mér líka sjá eitthvað göngustígina. Hann benti niður fyrir sig í þykkan gróðurinn sem huldi skógabotninn. Ég sé ekki neitt. Fylgdu mér bara, vinur minn, slakaði þess á og allt verður í fínasta lagi. Skotti kláraði þessa setningu aldrei vegna þess að þessu andartaki, nákvæmlega þarna, steig hann með annan fótinn ofan í haganlega gerða gildru, samsetta úr vel nýttu reipi sem kippti Skotta lóðrétt upp í loftið eins og hendi væri veifað.